Gengið hefur verið frá samkomulagi að Atli Örvarsson muni stýra og semja tónlistina í teiknimyndina Lói, þú flýgur aldrei einn, sem í framleiðslu hjá kvikmyndaframleiðslufyrirtækinu Gunnhill. Tónlistin sem verður samin og tekin upp á Akureyri stærsta tónlistaverkefni sem hefur komið í smiðjur norrlensks tónlistarlífs. Gert ráð fyrir því að tónlistin verði tekin upp í Hofi og norrlenskir tónlistamenn og nýstofnað kvikmyndatónlistarverkefni Menningarfélags Akureyrar komið að þeim upptökum. En hvað fjallar þessi mynd? Já, hún segir að litlu nógunga sem er ófleygur á hausti þegar farfuglarnir fara á Suðurabóginn og hann þarf að lifa veturinn hérna á köldu Íslandi og berjast við óvinni til að samina sínum ástvinum að vori. Og þetta ég taldi stórt verkefni. Hverjir koma að þessu og hvert umfangið að þú lýsir því aðeins fyrir okkur? Já, við erum búin að vera að vinna að skrifa og þróa þetta verkefni núna í 3 ár og byrjuðum framleiðslaði núna bara fyrir 2 mánuði síðan og þetta samframleiðsla milli Íslands og Belgíu. Þetta er svona alþjóðleg teiknimynd, hugsuð fyrir alþjóðamarkað frá upphafi og framleiðslukostnaðurinn 1 milljarður. Og þú ákvaðast að fara í rauninni í samstarf hingað norður. Hvers vegna í ósköpunum? Það er bara Atli. Við byrjuðum að elta hann uppi í Hollywood og vorum komið snemma með tengingu við hann inn á þetta verkefni og svo þegar hann flutti heima þá bara fylgdu við með eðlilega og það skemmir ekki heldur fyrir að hér er bara komin upp frábæra aðstæða og alveg glænýjir möguleikar í því að skapa alþjóðlega tónlist fyrir alþjóðlega kvikmynd. Er þetta ekkert mál að gera þetta hérna frá Hofi? Nei, sjálfur sér ekki sko. Það sem er langerfiðast í þessum bransa kvikmyndatónlist er að kynnast fólkjum sem býr til myndirnar. Þannig að eins og í þessu tilfelli, eins og Hilmar segir, þá er þetta tengingin okkar í milli sem er úrslita atriði, ekki hvort ég bý á Akureyri í Los Angeles. En hvað með hugmyndina sjálfa og myndina? Hvernig ertu komin með tilfinningu fyrir því hvað þú vilt gera? Já, ég er það og hún er að þróast og breytast og ég er átta mig á því að þetta þarf auðvitað að vera alþjóðleg, það þurfa að vera alþjóðleg efnistök og alþjóðleg nálgun en leið þarf þetta að vera íslenskt og þetta þarf að hafa einhver einkenni sem tengir, myndina við landið og við okkar uppruna og svona. Þannig að ég held að galdurinn, það sem ég er að komast að er að galdurinn er að finna akkurat nákvæmu uppskriftina hvað er mikið af íslenska kryddinu og hvað er mikið af einhverju alþjóðlegu eða Hollywood kryddi. Ég hlakka voðalega mikið til að fást við þessa mynd af því að mér finnst eins og ég muni hafa góðan tíma til að virkilega hugsa málið til enda og vanda mig. Nákvæmlega. Ég veit að Þorvaldur Bjarni iðar í skinninu, hann er svo glaður með þetta allt saman að þetta sé hægt og þetta sé að koma norður og ekki síður og framkvæmdastjóri Magg. Ég ætla að heyra þessi í þeim. Ég veit þau eru spennt fyrir þessu öll saman. Ég er gersamlega heimilifandi. Þetta ár er búið að vera ótrúlegt varðandi þetta að við skulum virkilega vera að fara í 5. kvikmyndina sem við erum að spila inn á og að eina af þessum kvikmyndum hafi verið metsölumynd í Bandaríkjunum, Hollywood, er ótrúlegt. En nú erum við að fá eitt stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunar, sem sagt á Íslandi, en það er samt alþjóðlegt verkefni, unnið með belgísku fyrirtæki líka. Og þetta er langstærsta verkefni sem við höfum farið í. Að fá svona verkefni sem skiptir svona miklu máli, hvaða máli skiptir það Menningarfélagið og Sinfóníuhljómsveitina? Skiptir náttúrulega mjög miklu máli fyrir hljóðfæraleikarana. Þau fá þarna aukin tækifæri til að spila og náttúrulega tónlistin er að hljómar það bara allan heim og náttúrulega mjög skemmtilegt líka bara fyrir Akureyri að hafa þetta sem svona nýs fyrir hljómsveitina, þessi að taka upp kvikmyndatónlist. Er þetta sýnilegt? Heldur að fólk átti sig á því hvað er í gangi hérna? Hversu stórt þetta er og viðamikið og einstakt? Nei, ég held nefnilega ekki. Við þurfum að auglýsa þetta meira og kynna fyrir fólki hvað þetta er skemmtilegt og flott fyrir Menningarfélagið og flott fyrir tónlistamennina að taka þátt í þessu. Og vera með svona sérstakar bíósýningar bara fyrir akureyringar sem vera að taka þátt í verkefninu og gera eitthvað svona skemmtilegt út úr þessu. En svona lokuð, af því að þið nefnið tónlistamennina, það að ætla að vinna sem tónlistamaður er gríðarlega stór ákvörðun og tala nú ekki að vinna sem tónlistamaður á Íslandi og svo á Íslandi út á landi. Þetta hlýtur að kannski gefa fólki einhvers konar draumum að það gæti verið veruleiki að hreinlega starfa við sína einn. Já, að lifa á tónlistinu og lifa á því sem það hefur lært og svo kannski vera með kennslu með og þess að þetta býður upp á mörg tækifæri fyrir og náttúrulega fyrir Menningarfélagið líka.